Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla prentefni frá Polymaker sem heitir Polylite PLA. Þannig að kíkjum aðeins á það. Ég keypti þetta prentefni daginn til að bera saman PLA efni frá Polymaker. Er búinn að gefa út held ég einhver 8 mismunandi prentefni frá PLA, þannig að ég ákvað að bera það saman. En kíkjum aðeins á prentin sem ég gerði með þessu prentefni. Við byrjum hérna bara á sheet layer salot. Þá kom hann bara vel út og ekkert vesen á honum. Við sjáum hvernig hann var. Og svo hérna þessi fígúra og hérna inn á milli, það kannski er erfitt að sjá það í myndavélinni en það er svolítið stringing hérna á milli og það er svona áberandi hérna neðst niður í þessu. Það er erfitt að sjá það á myndavélinni. Og svo hérna bensín, hann kom eins og er bara fínt út, ekkert sett á þessu á honum. Svo hérna overhang testið, þá sjáum við hérna efst hérna í 70 gráðum, þá er svona smá bak hérna efst hérna og eykst alltaf smá saman báða megin hérna, en í 60 gráðum hérna fyrir neðan þá er þetta bara fínt. Svo hérna þessi köttur hérna, hann er bara fínn, ekkert undan honum að kvarta. Og svo hérna Maker Coin, það er líka bara lítur vel út, ekkert vesen á honum. Og svo prenta ég hérna, þetta er svona til að halda hérna prentfleti, svona mod á Corvon L prentara minn til að halda prentflutunum svona í hliðinni. Það er ekki verið með þá einhvers staðar á gólfinu og þetta er svona mekanísk partur og það er ekkert vesen á þessu, þetta kom bara mjög vel út og hérna fittar alveg eins og á að gera. Þannig að ég var í staðinn fyrir að prenta út einhverja fígúru þá vantaði mig akkurat þetta og kann notaði tilefnið og prenta þetta út. Þannig að þetta leit bara vel út. En kíkjum aðeins á mælingarna sem ég gerði. Svo hérna til að byrja með þá er hérna tókstyrkurinn og þetta efni er hérna þriðja frá hægra megin og þetta er öll PLA prentefnin sem ég er búinn að prófa og þið getur pásað vídeóið bara til að bera þetta allt saman. Þannig að þetta er alltaf mikið upplýsingum á einni glæru en ég vildi sýna ykkur þetta samt hvernig þetta kemur út og þá er má segja að hérna í það sem er prentað upprétt þá er tókstyrkurinn hérna hæðstur af þessum prentefnum sem ég er búinn að prófa. Þannig að kom mjög vel út hvað það var þar og þannig að það er mjög fínt en svo hérna það sem að prenta flatt það er hins vegar bara svona undir meðallagi þannig að ekki að lélegt eins og allt samt en svona ekkert sérstakt að frétta það sem að prenta flatt þannig að það er svolítið sérkennilegt að sjá hvernig tókstyrkunum er mjög góður það sem að prenta upprétt og það þýðir þá það sem ég er að toga í sundur á milli prentlínuna, þannig að layer adhesion test raunverulega. Svo við berjum saman hérna höggþólið, þá er þetta hérna aftur þriðja frá hægri og þá miðað við önnur PLA prentefni þá kemur þetta bara ágætlega út. Það eru nokkur hérna efni sem að standa algjörlega upp úr en af öðrum svona venjulegum PLA efnum sem er ekki sérstaklega merkt eitthvað PLA Pro eða Plus eða eitthvað slíkt, þá kemur þetta bara ágætlega út og er bara svona meðaltals og það sem er prentað upprétt kannski hærra lagi með önnur efni hérna á mælingunni fyrir utan nokkur önnur. Þannig að ég myndi segja að þetta kemur bara mjög vel út. Svo hérna með stífleikann, þá er þetta aftur hérna þriðja frá hægri og þetta er bara mjög stíft efni myndi ég segja og mælist hérna svona hærra lagi af þessum PLA prentefnum sem ég er búinn að gera. Þannig að þetta kemur bara mjög vel út hvað það varðar. Þannig að ef menn er að leita eftir stífleika í prentefni þá er þetta eitthvað sem maður þarf að skoða. Þannig að þetta eru mælingarnar og þið bara pási vídeóin hérna til að bera saman. Ég ætla ekki að fara í gegnum allar tölunar, það er alltaf mikið vesen. En þetta er það sem ég vildi segja þetta prentefni. Þetta bara prentaðist mjög auðveldlega og ekkert undan þessu kvarta, smá stringing, það er kannski eini galli við það. En annars lítur þetta bara mjög vel út og ekkert undan því að kvarta held ég. Þó maður sjá stringing í þessu hérna prenti þá er það tiltölulega algengt, þannig að það er ekkert verra en hvað mörg önnur prentefni myndi segja. En þetta er allavega það sem ég hef að segja um þetta. Þannig að ég bara þakka fyrir mig og vona að sjá okkur í næsta vídeó. Takk fyrir mig.